bjarga 90% lán fyrstu kaupendum. Ég veit ekki hvort það voru fleiri en ég sem krulluðust inn í sér þegar Seðlabankinn kom með bjargræði að hækka lán fyrir fyrstu kaupendur úr 85% í 90% til að tækla uppnám sem varð á fasteignamarkaði eftir stóra vaxtadóminn og hann fór svolítið að högta og Seðlabankinn ákvað að klippa hnútinn með því að bjóða 90% lán í staðinn fyrir 85%. Því það vita allir að þú stenst ekki greiðslumat fyrir 85% lán, þá sjálfsögðu flýgur í gegn með 90% lán. Það segir sig sjálft. Síðan verið að herða svolítið reglurnar með verðtryggðu lánin, þannig að það erfiðara að fá þau og þau eru styttri og það eiginlega alveg sama hvað skoðun þú hefur á verðtryggðum lánum, þau oft eina úrræðið fyrir fólk til að koma sér inn á fasteignamarkaðinn. Vegna þess að ég hef sagt það áður og ég mun sjálf áfram segja, fyrstu kaupendur eru lífæð fasteignamarkaðarins og án þeirra þá fer allt í frost og við þurfum einfaldlega að gera miklu betur fyrir fyrstu kaupendur en aðra hópa. Þetta eru hópanir sem eru með svo marga bolta á lofti. Þau eru í námi, þau eru eignast fyrstu börnin og þau eru að kaupa sín fyrstu fasteign. Þannig að ég vil sjá betri úrræði fyrir fyrstu kaupendur heldur en 90% lán. Það þarf til dæmis kannski bara að endurskoða 40% reglan sanngjörn. En það sem við þurfum bara að gera, við þurfum að gefa þeim betri vexti, vegna þess að án fyrstu kaupenda þá fasteignamarkaðurinn frosinn og án skattgreiðendana sem fyrstu kaupendur eru að búa til, þá erum við að stefna í ofn. Þannig að gerum betur.